Þú fær Liqui Moly, olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling. Komið í sæl og blessuð, kæra fólk, góða kvöldið, velkomin aftur í Formúlu 4-deildina, ég heiti Aron Óskarsson, ég ætla að vera með ykkur á sem unaðslega 5. degi, verið velkomin til Mexíkó, hér sitjum við í yfir 2000 metra hæð yfir sjávarmáli og hægt að búast við því að það muni trufla keppendur alveg heilan helling, þar sem að loftið það bil 25% þynnra, það minna afl, það minna loftflæði, meiri barátta, meira vesen og gaman fyrir okkur sem að heima sitjum og fáum að horfa á þetta stöf. Þetta eru styrktaraðilarnir okkar. Það eru málningavörur þar sem fagmenn starfa með margra ára reynslu í þjónustu við réttinga og sprautaverkstæði allt land. Einnig hjá þeim að finna hágæða bílabón, hreinsuvörur frá vörumerkjum eins og Meguiar's Concept og fleirum, að auki vörulínu Rupes Big Boy sem eru fyrir vali ótal margra þjónustu aðilara í bíla, þrifa og bílasprautunar bransanum. Aðalbón, hreinlega betri og fremstir í grafínhúðun hér á landi. Með margra ára þjónustusögu við stærstu bílaumboð og bílasölu landsins, fagleg hröð og framúrskarandi þjónusta, bíliðin á þetta bara einfaldlega skilið. Verkfræði, stofa Reykjavíkur, eftirlit, burðarþolshönnun, verkefnastjórnun, lagnahönnun eru aðeins nokkur að dæmi þjónustu BFSR. Stofan hefur komið að miðbæ Selfossar, stúdentagörðum Háskóla Reykjavíkur og ótal fleiri verkefnum í formi verkfræði, burðarþols og lagnahönnunar. Stilling, þitt eina stopp ef þörf á einhverju bílatengdu. Hágæða mótorolía, gíraolía, bætiefni frá Liqui Moly, bílavarahlutir frá virtum framleiðendum líkt og Valeo og Brembo og allir mögulegir aukarhlutir í bílinn. Að auki að finna hjá Stillingu allskyns hand, sér, loft og rafmagnsverkfæri, greiningatæki, lyftur, dekkjavélar og fleira. Auðvelt að sjá að Stilling þitt fullkomna stopp ef þörf á einhverju í tengslum við bílinn. Stórar og miklar þakkir til styrktaraðilanna okkar. Þá skulum við nú fara að snúa okkur í það að tímatökunni sem hafin. Lítið búið af henni, mjög lítið búið af henni. Við sjáum við Gunnar Karl Vignisson. Hann að leiða þessa deild þessu staðinni núna, langfremstur í stigum keppendallana. Við skulum nú fá upp á skjáin hjá okkur samt sem aður stigin. Ég mæli með að þið farið inn á mrt9.com og skoðið stöðuna þar. Þið getið líka sé allskils dagatali í næstu keppnir og fyrirvarandi keppnir og mögulega niðurstöður og eiginlega bara allt saman sem ykkur dettur í huga að skoða kappakstur, eða hermikappakstur. Það að finna þetta inn á mrt9.com. Þetta Mokka Racing Team vefsíða. Stefán Freyr hefur verið að sjá þessa síðu. Hann bara sér manna að öllu leyti og bjó hana til.
Þetta getið þið séð hann fallega bakgrunn hérna. Þið þekkið. Það er nú að keppa í deildinni og er búinn að gera frábæra hluti með að setja upp þessi stig. Karl sem er að skjótast hérna upp á reyna að finna stíginn hérna augnablik, þarna, staða keppið Gunnar Karl, hann er 101 stig. Hákon Darri er langt á eftir honum að mér finnst með 80 stig. Ég meina ef Gunnar Karl klessar á vegg þá getur Hákon náð honum, þannig að það er nú allt mögulegt en þá. Þórhallur Ingi í 3. sætinu með 3 stig, nei, með 66 stig hann í 3. sætinu. Rétt á eftir honum Aron Breki Valgeirsson með 62 stig, Black Eyes Racing og Runka Racing, Gunnlaugur Ásgeirsson, rallymeistarinn sjálfur. Svo ætlum ég nú ekki að fara að telja niður allan fjárhagsgóða listan hérna, en það eru 24 keppendur búin að taka þátt. Hér sjáum við stig liðana. Það er rétt á meðan að keppendur halda bara áfram að trítla áfram brautina, koma sér í einhver sæti. En það er náttúrulega Aðalborn Racing Team sem eru langfremstir, ég er eins og svo ofta áður, já, langfremstir segi ég. Gunnar Karl er nú bara að vera duglegur að mæta, en það er Patrik Magnússon ekki. Og hann er ekki í kvöld heldur. Ég skildi hann segja að keppa fyrir eitthvað annað lið, einhverstaðar annar staðar. Það er áhugavert að vita hvernig Gunnar Karl tekur í það. Liðstjórinn sjálfur, en nei, ég veit alltaf, hann er alveg vel rólegur bara. Þetta er Mr. Thor mættur hérna í chatið, sætvertu. Let's go, ég er til. Já, þannig að svo er það hérna í öðru seti, Vaffes R, Aðalbón Vaffes R, það er Hákon Darri og Sigurgeir Lúðvíksson. Þeir eru búin að vera mjög duglegir báðir að mæta, en Gunnar Karl hins vegar alltaf að vinna. Patrik mætti hérna einu sinni, var það ekki, og tók annað eða fyrsta setið. Nú er þetta allt sem að fara að blandast í eina keppni, eina deild hjá mér, allar þessar deildir. Hjálpið mér aðeins. Man einhver eitthvað? Chat? Hjálp. Alana. Runka Racing er hér í 4. seti og eftir Black Eyes Racing í 3. setinu. Og svo er það Rúpes Racing sem er í 5. GT Akademian í 7. setinu. Vernharður Rafnars og Alexander Hauksson. Bláa stjarnan, Sixuxa Racing Team, Team Want to Beat, Hrúta Racing, Rust Easy og Too Fast for Incidents. Nú skulum við nú fara að snúa okkur að þessari tímatöku aðeins betur og sjá hvað er að fara að gerast þar. Hér erum við með Sigurgeir Lúðvíksson á skjánum. Sittur hérna í 7. sætin með 1:44.6. Gunnar Karl langt á undan öllum eins og svo aftur. Herðu, Hinrik! Dup. Sixuxa Racing, hann er hann. Var að skella sér upp í 10. sætið. Ég talaði við hann á hann sagði ég ætla að vera í miðjunni. Það er nú einhverja refsingar úr deildinni síðast. Refsingar eru gefnar eftir á, þannig ég þarf alltaf að tilkynna það er bara svona í næstu keppni hvernig staðan er. Og það var til dæmis hann Vernharður Rafnars sem að fekk á sig refsingu í síðustu keppni fyrir að gefa ekki nægt pláss. Fekk þar 10 sekúndur refsingu. Grad 61 er telemetri forrit sem við nýtum okkur og þegar dómarar úrskurða einhver mál þá er þetta að fara yfir sett input, hvernig þú gafst í, hvernig þú bremsaðir, hvernig þú beygðir og gerir allar kúnstir. Og það er hann Aron Breki Valgeirsson sem fekk refsingu fyrir það að gleyma því í annað eða 3. skiptið að vera með kveikt á þetta. Hann er alltaf með kveikt á svo sem forritinu en það er þetta að loka fyrir þannig að almenningur sjáu ekki og þetta þarf að vera opið strax eftir keppni svo að keppendur, nei, dómarar, dómnefnd geti dæmt almennilega. Hinrik í slæti hérna, dansandi um. Það voru fleiri refsingar í síðustu keppni. 3 stiga refsing á Hinrik Haraldsson fyrir að mæta ekki á keppendafund eða sko mæta of seint á keppendafund eða eitthvað. Það gæti verið. Já, við höfum ekki ræða eitt frekar. Herðu, svo er það önnur refsing á hann Vernharð Rafnars. Venni tók dífu. Dive bomb, svo kallað, og fekk á sig aðra 10 sekúndar refsingu. Vernharður Rafnars sem hirti þar 20 sekúndar refsingu í síðustu keppni, tapaði fullt af stigum á því, en hann er mættur hérna til þess að sína svo, ég ætlaði nú bara að segja hann var í 3. en jæja, hann er í 4. sæti, hann er mættur hérna til að sína það að sanna, hann á meir inni. Sittur í 4. sæti, 500 millisekúndum á eftir honum, 430 og eftir honum Gunnar Karl, 7 mínútur eftir að tímatökunni. Og spurning, hvað gerir Sigurgeir Lúðvíksson, hann er þarna með 5, Venni er í 4, Alexander Hauksson, minn maður í 7, Rallygulli er í 7, Vigfús Hauksson í 8. Það var einhver að dansa. Hann sitt í dans.
Er þetta Stefán sjálfur? Já, þetta Stefán Freyr sem var einmitt með mrt9.com. Það vil skoða stíginn og tölfræði og allskins. Þetta mjög flott síðan, mjög skemmtilegt að geta. Ég væri til í að fá svona tölfræði yfir allt íslenskt mótorsport, þannig ef Akis væri bara til í að borga honum fyrir að sjá það, þá væri það mjög gott. Hefur við að fá upp svona eitthvað konar kort. Get ekki gert svona eitthvað, svona á alla inn á þetta kort. Svona. Henrik Haraldsson á nokkuð hröðum ring. Þá er spurning hver að fara að klára einhverja ringi hérna. Þannig að traka það. Hákon Darri að klára sinn fyrsta, annarkvæmt hann á útring, ég held að hann sé á útring, eða hann að klára sinn fyrsta heitaring. Búm! Ég held að hann sé að klára sinn fyrsta heitaring. Það lítur allt út fyrir að skelli sig strax upp í 8. sæti. Nú er bara spurning hvað Hákon Darri ekki nær að gera þetta næstu ringum. Þórhallur Ingi stutt frá ráslínunni. En Henrik Haraldsson það líka. Hennar að koma hérna í línuna. Þetta var Elvar Karlsson að skella sig upp í 12. Henrik, hvað gerir hann? Neitt. Gerir ekki neitt. En hvað gerir Þórhallur? Hann gerir ekki neitt heldur. Hann er bara róleitunum. Hvað gerir Gunnar? Hann er hérna með fjólubláa merkingar á sektorum hjá sér. Adalbón Racing Team. Sleikir hérna veggina. Neglir hérna á bremsuna. Spætir tíman. Talsvert. 1:43.6 á Gunnar Karl. Hér er Aron Breki Valgeir sem kom yfir línuna. Þetta við erum í Mexico City. Ég hef aldrei keyrt þessa braut. Þetta er bíll bara út í miðri braut. Þetta er ekki í lagi. Hver er þetta? Það var Dagur Tumi, já. Það virðist hafa flúið rétt áður en ég gætt bösta hann. Í beinni útsendingu. Sáum það þegar Gunnar Karl keyrði áðan í áttina og náði besta hringnum að hann hékk á innri línunni. Hákon Darri Jökulsson og Kell skella sér upp í 7. sætið. En já, það var Gunnar Karl, hann hékk á innri línunni og til þess að stytta leiðina sem hann þarf að fara. Það er alls ekki í lagi að hanga á innri línunni. Herðu, Stefán Freyr er að sína mér einhverja fjólubláa blikkandi punkta hérna. Blikkar fjólubláttinu hjá honum. Er hann að fara að bæta tíma hjá allra eða hann er með grænt bara, við skulum alveg slaka á, menn hvað gerir hann? Hann allavega að fara að bæta sinn hring. 44.8 á Stefán, bömpa sér upp í 9. sæti. Það er Gunnar Karl, hann er ekki á góðum hring, samkvæmt því sem ég sé hér á töflunni. En Alexander Hauks að fá það í fréttir að það sé einhvað netsambandsleysi virðist vera hjá honum Dag Tuma. Möguleiki að hann sé að keyra á Wi-Fi. Dagur, eða þú ert að horfa og ert að keyra á Wi-Fi, tengdu snúru í tölvuna þína. Það er eina leiðin. Það er svo sem gott að tengja hinn endan á snúrunni líka í ráterinn. Það er eiginlega lykilatriði, ekki bara tengja í tölvuna sko. Alexander í 7. sæti. Ég er að fara að koma inn yfir línuna, virðist samkvæmt töflunni sem ég er að horfa. Hún er reyndar oft svikið minn, sem ég hef sagt ykkur. Hún segir að hann sé að fara að bæta tíma sinn. Þórhallur Ingi komin í 1:43 eins og Gunnar. Ingi annar. Hjarni Sigurs bæti tíma sinn. Og hvað gerir Alexander Hauks? Búm! Alexander Hauksson komin í 5. Beint fyrir aftan liðsfélaga sinn, Werner Ravnas. Werner Ravnas var nú úti í Nóri. Sagði ekki kannski frá því einhvern daginn. Hann var að vinna einhverja keppnir út í Nóri. Ég sá einhverja keppnir, sá replay og skot úr símum. Þetta var rosalegt. Þetta var svona first to last. Nei, last to first dæmið. Þetta var geggjað. Hann fór fram úr svona 5 bílum í fyrstu 4 beygjónum.
Sko, þá meina ég í hverri beygju, sko. Þetta var geggjaður dagur. Geggjaður drengur. Yngvi Jón að skella sér upp í 13. Herðu, þessi drengir ekki búin að vera duglegir að mæta. Gaman að sjá Yngvi Jón og Þorgils hérna. Jæja, hverjir næstur yfir línuna? Kíkjum við inn í bílinn hjá honum Gunnli Ásgríms. Skellum okkur hérna, sérðu, hann hérna, þetta Rally Gulli. Hann komið nýja mynd, sjáu þið. Þetta Rally Gulli hérna, hann oi, herðu, sjáu þið, hann bara í slæti. Hann sennilega komið með slæt. Það komið drift, hugur í drenginn. Hann að éta samloku og ég bara veit það fyrir víst að þessi mynd tekin af honum þegar hann að horfa á rallykeppni. Stáð lengst út á landi. Það situr hann í einhverjum svona svona ekki garðstól, svona útilegustól og að murka í sig samloku. Mjög flott mynd. Þetta er mögulega besta myndin sem við erum með. Bjarni Sigurðsson að skella sér upp í 11. Ég ætla að fylgjast, ég ætla ekki að fara af. Mýtti einhvern takk sem ég ætla ekki að gera. Hvar er hann? Hvar er gæinn? Vernar Rafna skellir sér upp í annað sætið! Ha! Vernharður Rafnas, herðu Gunnlaugur skellir inn 1:45. Það er nú ekki það sem hann átt að gera. Elvar Þór fyrir að koma inn yfir línuna. Tímatökunni lokið, run-off tíminn búinn, byrjaður. Sjáuði Elvar kom með stórglæsilega mynd. Bláa stjarnan. Jæja. Tímatökunni að ljúka. Þetta getur ekki verið að þetta sé most exciting fyrir ekki 12. Aron Breki Valgeirsson í 4. sætinu, hann ennþá var með sinn hring. Þórhall Ringi líka úti og nei, þetta var Aron Breki að lenda á vegg. Fyrir við yfir á Þórhall. Hann har limmitinn hana. Ætlar Þórhallur að taka annað sætið tilbaka af honum Vernharði. Ekki með þessari leið. Þetta ekki leiðin til þess. Og Stefán Freyr, hann eini sem líklegur til einhvers núna út á braut. Allir aðrir eru komnir bara í stopp. Það virðist vera alveg ofboðslega sleipt hér í dag. Það er frekar áhugavert að vita. Brautarhiti er 36 gráður. Lofthitin er 24. Já, það er heitt. Malbyggið er heitt. Það vil líkamshita malbyggið. Það er ansi heitt. Þar með klárar hann. Þá sjáum við bara niðurstöður úr tímatöku hér. Það er Gunnar Karl Vignisson sem tekur sigurinn í þessu. Það var bara reiki burt hjá okkur. Vernharður Rafnas í öðru. Þórhall Ingi Jónsson í 3. Aron Breki Valgeirsson í 4. Sigurgeir Lúðvíksson í 5. Alexander Hauksson í 7. Hákon Darri Jökulsson í 7. Gunnlaugur Ásgríms tekur 8. sætið. Stefán Freyr í 9. og Vigfús Hauksson í 10. Og Bjarni Sigurðsson, Hinrik Haraldsson, Elvar Karlsson, Yngvi Jón, Þorgils og Dagur Tumi. Dagur Tumi var þarna ekki minni tring. Virtist vera að hoppa og skoppa, byrtist og hingað og þangað.
allt sem getur gerst. Vonandi verður það komið í lag hjá honum þegar þeir fara í keppninu eftir smá stund. Þá rúllum við bara í smá auglýsingar og ég kem aftur eftir smá stund. Þú fær Liqui Moly olíur og efnavörur hjá okkur. Stilling. Gerum þetta svona frekar. Spörkum partíin í gang, mér líst miklu betra á partíið. Jæja. Þá skulum við nú fá upp á skjáinn Rásröðina, góðu. Það er Gunnar Karl Vignisson sem ætlar að taka fyrsta setið okkar í Rásröðinni. Það er Vernharður sem er 347 millisekundum eftir honum. Ef að Vernharður ætlar að keyra 347 millisekundum eftir í Gunnar Karl hvert einasta ring, hann að fara að missa á honum ansi hratt. Og það væri nú típist því þetta er bara standardinn þegar Gunnar Karl er að keppa. Hann virðist eiga mjög auðvelt með að stinga allt og alla af. Alveg magnaða drengurinn. Stundum kallaði robot líka, vélmennið. Svo er það í þriðja sæti Þórhall Ingi Jónsson og í fjórða Aron Breki Valgeirs. Þeir eru þarna, bara munar engu á milli Vernharðs og Þórhalls. Það er örlítið meira bílat á milli Aron Breka, en það er enn og aftur. Gunnar Karl er bara langt á undan öllum. 300 millisekundur er ansi mikið. Allavega þegar kemur að þessu kapastri, en það er stutt á milli restin af grittinu, eins og ég sjáu hér, þá eru bara 489 millisekundur í Gunnar Karl frá Sigurgeir og Sigurgeir er í 5. seti. Þannig að munurinn þar er ekki mikill þegar litið á drengina sem eru rétt þarna fyrir ofan. Hákon Darri, Alexander fyrirgefið, hann var þarna í 7. Hákon Darri er í 7. Gunnlaugur Ásgrímsson með samlokunum sína er í 8. seti. Samlokuli. Og Stefán Freyr hérna í 9. seti. Vigfús Haukur Hauksson í 10. Prúta Racing. Mögulega flottasta logo. Þetta gæti verið Dodge Stratus logo samt, eða Dodge logoið. Og þegar ég hugsa út í að Bjarni Sigurðsson með stórglæsilega mynd. Hinrik Haraldsson, einhverjum hluta vegna ekki með mynd af sér. Sem er mjög skrítið. Ég held að það væri bara gefið. Ég verð búinn að leysa þetta næst, ég á mynd af honum sko. Ég veit ekki á hverju hann er ekki þannig, ég skil ekki á hverju. Engin góð ástæði fyrir þessu. Elvar Karl. 13. seti. Stórglæsileg mynd. Svo er Yngvi Gunnarsson. Þorgils Árni. Og Dagur Tumi hér í 16. seti. 16 keppendur mættir í dag. 16. Núna er sem sagt bara uppbytun í gangi. Eða kæling eða eitthvað. Þetta er einhvers konar pása fyrir drengina allavega. Þarna er verið að skella sér í vegginn. Stefán Freyr. Mjög gott hjá að gera þetta í beinni.
Gangur skuggum á allar stillingar sem við komin rétt, já. Þá eru komin 2 mínútur niður í niðurtalningu sem að keppendur hafa til þess að koma sér á rásröð. Við ætlum að skella ykkur hérna einhverja myndavél og skoða einhverja bíla hérna á ráslínunni. Gunnlaugur Ásgrímsson. Öryggisbíllinn, mjög flottur öryggisbíll. Team Want to Beat Þorgils hérna fyrir aftan. Yngvi Jón hérna einnig í Team Want to Beat Bláa Stjarnan. Já, þetta leveri. Þvílík gæði. Þvílík gæði, sko. Nú komin inn í eitthvað fólk hérna með myndavélina. Nú verra. Henrik Haralds. Sixuxa Racing. Ef við langar að sjá raunheima kappakstur og vissu ekki að það væri til raunheima kappakstur í Íslandi, þá mæli ég með að fara inn á YouTube, skrifið kappakstur þar, leitið bara kappakstur, þá finnið þið kvartmílu klúbs rásina, þar inn á mótorhjóla kappakstur og kappakstur bíla og búist við svona cirka 15 keppendum í sumar. Það voru 12 keppendur síðast, ég býst við 15 í sumar, þannig að fylgist þið endilega með. Hér mætir nýr bíll á línu. Allir að birtast á línunni, Vernur Ránar sem mætur. Ég held að við séum bara að detta í rás. Jæja, nú offum við á tónlist. Ó nei, þessi blimp er hræðilegur. Við erum í þyrlunni hérna eftir. Þeir verðast ná frábæri starti. Gunnlaugur tekur þjófstart á þetta. Ríkalegt svekkjandi fyrir Gunnlaug. En Þórhallur Ingi með frábæra ræsingu kemur sér vel samhliða Vernharði. Aron Breki er þetta líka að kíka, lætur sig vel sýnilegan og hvað gerir Þórhallur? Stingur sér á innri, Aron Breki líka, gerir sér vel líklegan. Það er ýmislegt, það er snertingin fyrir framann. Snertingin fyrir framann, ég get svo svarði að Sigurgeir lendir saman á Þórhall. Hér er Hák, hver er þetta? Vigfús, nei, það er svo mikið að gerast. Þetta er hann Gunnlaugur Ásgrímsson. Beint fyrir aftan Hákon. Æpandi sókn. Hér er Aron Breki að gera Atli og Sigurgeir. Það er bara átta allstaðar. Gunnlaugur þarf náttúrulega bara að komast inn í pit sem fyrst. Klára það af yfir 3 hringi. En það er alveg spurning hvort að hann græði eitthvað á því að hamast í baráttunni. Nei, bara drífa sig í pittin og reyna að keyra hratt. Eftir það Þórhallur Ingi árás hérna. Gerir sér líklegan með Vernar fyrir fram að sig. Já, gerir sér vel sýnilegan. En ekki mikið meira en það. Sam og Aron Breki gerir hérna rétt fyrir aftan. Yngvi Jón komin niður 2 sæti. Þorgils komin upp 3 sæti. Dagur Tummi virðist þá að klesta eitthvað á, komið sér ykkur vandræði, en Gunnar Karl ennþá að leiða. Vernharður í öðru og Stefán Freyr að komast, já, þetta er að trilla þetta fram úr honum. Gunnlaugur er að skella sér náttúrulega í pittin til þess að leysa sín vandamál. Sjá þessa fallegu línu. Eru sikkur meina brautinni. Þetta er sikkur lestin, Hjölsóks lestin. Hákon kemur sér, þetta nú við. Fram úr Alexander. Já, hér. Ég mista þessu, ég vil bara fá endursýningu. Ég verði bara fyrirgefa. Það er svoleiðis þarna nær Hákon að stinga sér fram úr. Hann nær svo að læsa það inni. Já, vel gert. Hvað er hér? Alexander er í baráttu. Stefán Freyr stinga sér utan á. Alexander í bullandi klípu hérna. Keyra verri línuna.
með Vigfús Hauk beint fyrir aftan sig. Það Krútsi fyrir eitthvað dauður hjá mig. Ég var að taka drive-thru penalty. Af hverju óskoðunum við enda með það? Gunnlaugur að velta fyrir sér af hverju hann er ennþá með svart flagg á sér. Það er góð punktur. Hann er búinn að taka, hann virðist ekki að stoppa neitt í pittinu samkvæmt minni töflu. Já, við þurfum að breyta tímatöflunni. Þetta á ekki að vera svona lengur. Þetta á að vera gap og interval. Svona, hann erum að tala saman. Þetta er miklu betra. Þetta er guli textin kominn. Guli textin verður svo rauður þegar það er ennþá þéttara fyrir okkur. Gunnar Karl setur hraðasta ring, hérna langfremsti bíll sem er nú óalgengt á þessum Formúlu 4 bílum. Oftast er það bíllinn sem er í öðru sæti sem að nær besta ring. En á ring nummer 3, þá er það Gunnar Karl sem tekur þetta í öðru sæti. Vernharður rafnaðist á hælanum á honum, að reyna að ná í hælan á honum þarf að segja. En hann er með í hælanum. Sigurgeir Lúðvíksson var svo nálægt í að taka Þórhall þarna og skell honum í vegginn. Hinrik Haraldsson í 12. Reyna að koma sér fram úr hérna. Minn maður koma svo. Nær ekki. Eða hvað? Nær hann að læsa sig hér? Nær hann að zooma sig inn í hann? Nei, hann er ekki samhliða. Hér er Alexander að reyna að komast fram úr Stefán aftur. Hörku barátta hérna á þessum. Vigfús Haukur, hrútarnir. Þvílík bæting hjá drengnum. Kominn í miðju baráttunni hérna og grjótharður. Arnar Márar að peppa liðsfélaga sinn hérna. Þórhallur versus Venni. Já, stefnir í rosalegt fight þar sko. Nú er bara spurning hvort að, Þórhallur fann að nálgast aftur. Já, býttu. Hinrik er þetta fyrir aftan líka. Þar er hann, kemur út úr beinu á undan, endar upp á körpinu. Þorgils kemst aftur fram úr. Og hér er Vigfús Haukur, beint fyrir aftan Alexander. Þessir þrír er ennþá að berjast og svo er Hinrik og Þorgils að berjast. Hinrik var búinn að lofa mér. Þarna, hvað gerði hann? Og Gunnlaugur fór hann aftur í bit, elsku kallinn. Hann er ennþá með svart flagg. Ok, 9. Býttu nú, var bíll út af þarna, já. Stefán Freyr fór út af. Þvílík barátta hérna. Sjáu þið hérna, Þorgils og Hinrik. Þeir eru bara út af, ætlið bara að vera þetta strákar. Árekstur hjá þessum drengjum. Förum yfir á 9, Alexander Hauksson. Búkmark. Ok. Dagur Tumi kom með kjötbolluflagg. Alexander er þetta lindur ofan í Vigfús. Stefán er búinn að losna burt frá þeim, komið smá frelsi. Getur fara að keyra hraðari línur. En sjáu þið hver er að nálgast hann að Bjarni Sigurðsson brá á endanum. Og hér er Þórhallur Ingi Jónsson að nálgast Vernharð. Það er spenna allstað sko. Ég veit ekki alveg hverju ég á að fylgjast með. Það er árekstur. Þórhallur fyrir aftan á Vernharð. Sigurgeir hoppar upp í 3. sætið. Hvað gerðist þarna? Búkmark. Ég veit ekki hvenær við ætlum að horfa á þessi bókamerki samt sem aður en chat. Fríkið út! Ekki bara að láta mig vera einan þetta hérna. Jæja, Alexander. Í sókn. Þarna, Baugur er með mér í hlið. Þarna, sjáu þið Alexander. Nei, það er bara eins og. Hvað? Vigfús ítti bara turbotakkan. Opnaði hann DRS eða hvað gerðist? Þeir gæti ekki verið meira samhliða. Alexander kominn samhliða. Og kominn fram úr. Alexander Hauksson loksins kominn fram úr. Mexíkó. Gunnlaugur Ásgrímsson ennþá með refsingu á sér.
Ég veit ekki hvað að valda þessu hjá honum. DNF komið á hann. Elsku Gulli. Í annarkvæmt hann lendi í einhverju glitchi. Eða þá... hann þurfti að stoppa í pit til þess að fá... Ég bara veit ekki hvað. Ég skil ekki hvað. En eitthvað gerðist. En Þórhallur er ekki búinn að gefa neitt eftir. Hann er þetta ennþá. Skellum upp svona korti hérna fyrir ykkur. Sumum finnst þetta áhugavert, sumum finnst þetta skemmtilegt. Skulum hafa þetta, að gera. Bjarni Sigurðsson í 11. líka bara þetta þar, en við ætlum að líma okkur hérna á Vigfús Haug. Með að sækja á Alexander aftur, hann er ekki búinn að sætta sig við þetta. Gulli minn, þú mátt alveg segja okkur hvað er að ske hjá þér, þín megin sko, svona í chatinu. Ég býst einhvern veginn við því að þú sett komin disqualified. Hérna er Vigfús í sókn og stingur sig, ja, gerir sig sýnilegan. Þórhallur Ingi er kominn nálægt. Í sókn hérna, langar aldrei að fara núna að finna bókamerkin sem ég haf með náðan. Byrjum á því að sjá hérna, reyndar ansi spennandi möguleiki gangi hér. Ég kannski smellum ekki að neitt, allt í henni eru 3 farnir að vera nálægt einhverjum, þannig að við skulum bara bíða. Nei, bíll út af! Dagur Tumi hérna í vegnum Sixhúsa Racing. Ótrúlegt þetta ekki valdi neinum og usla og neitt vesen. Crew Chief bilaði og ég vissi ekkert hvað var í gangi eftir að ég tók drive-thru fyrir þjófstartið. Nei, það virtist vera að þú fóst sko í gegnum drive-thruið, eða síndist mér. Ég get ekki séð þú hafi náð að reynsa þig. Elvar var með fullt af grænum texta þarna, veit ekkert okkur. En Vigfús er hins vegar... Býttu nú við! Stefán! Stefán að gera örlítil mistök. Háið þess að drengi, það er þvagað eftir honum, eftir þeim. Dagur Tumi hérna í... Vigfús Haukur að setja pressu á Alexander. Og Alexander að standa undir pressunni. En enn og aftur er það að gera Stefán Freyr kleift að stinga sér í burtu og losa sér við þessa drengi. Dagur Tumi er hérna bara í súpunni beint fyrir aftan. Hann nú hringa eftir áreksturinn sína áðan, en hann þarf samt sem aður. Býttu nú við, förum hingað upp eftir. Þórhallur hérna. Já, það gæti verið að það hefði fengið annað drive-thru fyrir það. Já, það er góð punktur. Aron Breki stingur sér upp í... Já, og næra... Ég var að... Býttu nú, hvað skeður hérna? Aron Breki er langt fyrir aftan, sko. Ég var bara... Aron Breki er langt fyrir aftan. Mistök. Og hann flýgur fram úr. Aron Breki komin upp í 4. sætið. Auðveldlega, Þórhallur Ingi komin niður í 7. sætið. Niður 3 sæti frá því að hann ræsti keppni áðan. Sigurgeir komin upp 2 og Hákon Darri einnig komin upp 2.
Herru, ég ætla að sjá. Það get ekki. Ó, já. Þetta var smá súpa. Í, hvað gerist? Ó, snerting. Pínu lítil snerting. Hver á hreyfinguna? Augnablik, kæra fólk. Það leit allt út fyrir það í smástundarlega að Werner eru ekki skilið eftir alveg nógu mikið pláss. Þórhallur Ingi í sjötta. Alexander í öskrandi sókn á Stefán Freyr. Sjáum á listanum að Hákon Darri líka hérna að sækja. Ég er með puttan tilbúin á 5. Hvað gerist hérna? Er Hákon að fara fram úr? Er Alexander að fara fram úr? Kíkjum yfir á Hákon. Hákon náði ekki fram úr. Þá kíkjum við á Alexander. Nær hann að læsa því inni. Hann stingur sér allavega á innri. Stefán gefur hennu rétt nóg pláss, grjótharður samt og nær að halda sinni línu og halda forskotinu á hann, en Sigurgeir Lúðvíksson er hérna algjörlega límdur ofan í verðan Rafnas. Þessi tveir hefðu átt að vinna aðeins betur saman í byrjun og reyna að halda í hann Gunnar Karl. En svo getur vel verið að þeim sé bara, þeir eru bara að reyna að berjast annarsæti í deildinni, það getur vel verið að þeir séu bara þar í huganum á sér. Það er eiginlega bara ein leið til þess að vinna Gunnar Karl úr þessu, það er að keyra á hann. Ég sagði þetta ekkert svona sko. Ekkert svona sko. Þetta við Bjarni og Dagur. Dagur, Tumi og Bjarni lenda hér saman. Datarat. Hér er bullandi barátt ennþá. Það eru 10 hringir búnir, kæra fólk, og við erum ennþá með hörku barátt á toppnum. Hér sjáum við Hákon vera að soga sig ofan í Arambreka og Sigurgeir Lúðvíksson að gera það saman. Ó! Og hann reynir. Hann er kominn fram úr. Nei, já. Hann breytist ekki neitt, hann, já. Nei. Jú. Sjáu þið Hákon. Þessi tveir gæti ekki verið meira nálægt hver öðrum. Hákon fylgist bara með ásamt okkur. Þeir tveir alltaf, þeir að berjast 4. sæti hérna. Það eru komna 9 breytingar á töflunni hjá mér. 1. sæti, 9. Nei, hættu þessum 4. sæti. Nú er Sigurgeir Lúðvíksson bara á höttunum á Vernards. Það er ennþá bara þetta 2. sætið. Hákon með góða ferð hérna á Þórhall. Sýnir sig, gerir ekkert í því. Ó! Hákon tekur talsvert innri línu þarna. Sjá þessa braut. Hún er ekkert smá mikið af hlykkjum og vesen. Hlykkir, vesen og veggir. Það er það sem einkennir þessa braut. Hópa, Sigurgeir. Baráttan hérna 3. sæti, grjóthörð. Þetta styttist og styttir bilið frá Þórhalli yfir í Arambreka og nú ætlar Þórhallur að hefna sín, gera allir, stingur sér upp á
vinstri hliðin Aron Breka nær að stinga sig fram úr, en hvað nær Aron Breka gera inn í beinu sem til hægri. Þórhallur opnar vel, skilur eftir no pláss. Aron Breki og Hákon eru beint fyrir aftan hann, en Þórhallur nær að læsa þetta inni. Aron Breki með skemmtan væng. Veit ekki hvort þið tóku eftir í örlítið skemmtur þetta framöngurinn hjá hann vinstra megin. Og hér er Aron Breki á fleyju ferð út úr þessari beygju sem er eitthvað, veit ekki númer hvað hún er. Þórhallur bremsar setna, nær að hanga fyrir framann. Aron Breki reynir að taka ytri, Þórhallur missir afturendan. Hákon þarf að víkja, hægja á sér svo hann lendir bara ekki aftan á honum. Og þetta gefur Aron Breka örlítið forskot til þess að stinga af og teygja lopan örlítið. Og þetta kom upp í heila sekúndubilið. En Hákon er rétt fyrir aftan samt. Finnur lyktina af blóðinu. Þetta er ekki það sem ég ætlaði að gera. Þarna vantaði Werner þarna í smástund. Oh my god. Bjarni víst hann á einhverju frábæru framrækstur hérna á Ingvar Jón, en við erum aðeins svo upptekið í augnablikinu við að horfa á þetta möguleikana sem gætu átt sér stað allavega. Kemur Sigurgeir á fleygiferð. Hvað er? Já, það er eitthvað spooky í interneti hjá honum Wernarði. Hérna kemur Sigurgeir. Samhliða Wernarði núna. Wernarður bremsar seint, passar sig á að halda sinni línu. Hann er fyrir framann þegar þeir fara inn í beygju kompleksi sem þýðir þetta er mitt komplex og hann fyrir hraðar út úr beygjunni. En hvað gerir Sigurgeir hér? Er hann með nægan enda hraða til þess að soga þessu upp á honum hérna? Nei, það er hann ekki. Sjáuði Werner, hann er að hverfa af brautinni hjá okkur. Þetta gæti verið að valda Sigurgeiri gríðilegum óþægindum. Þetta gæti líka þýtt það að Werner hefur verið rekinn út af servundum eða þetta er að gerast í meiri keppni mikið fyrir hina keppendurna, þar að segja. Þá er iRacing víst til þess að reka hann bara úr keppni. Hvað gerir Sigurgeir hér? Sigurgeir kemur inn á beinakaflan með Werner í sigtinu. Virðist ekki hafa nóg kjölsog og þó Werner lokar innri. Sigurgeir Lúðvíksson á ytri. Nær Werner að halda þessu. Já, en það er vinstri næst. Jú, virkilega vel gert hjá þessum tveim. Og hér kemur Sigurgeir örlítið hraðari út úr beygjunni. Þið bara gæti ekki verið meira hliðin okkur öðru í miklufbygginu. Svo núna er Sigurgeir kominn fram úr. Hann er á undan innri í vinstri beygju og er fyrir vikið með betri línu. Nú er Wernarður. Nú er kominn hiti í minn mann. Þess má til gamans geta að við hringdum í Bjarna þegar það voru 25 mínútur eftir æfingu og hann var sofandi og sagðist ekki vita að það væri. Vel gert hjá Bjarna. Það má segja að svipaði hann Hinrik Haralds þegar hann mætti daginn. Wernarður reynir hér, stingur sér samhliða Sigurgeir. Hverfur af listanum hjá okkur. Sigurgeir er núna komin aftur fram úr. Þetta er sko hart barist hér annarsætið. Grjóthart. Eftir 13 hringir er ennþá bara 200 millisekúndur frá okkur öðrum. Þeir eru búin að skipta sæti mörgu sinnum.
Sigurgeir Lúðvíksson hóf nú keppni í 5. sæti og nú sitjandi í öðru sæti. Ýmis hasar og hamagangur sem gekk á þetta í byrjun. Nú spurning hvor þessara drengja nær að koma út á undan inn í fyrstu beygju. Vernharður örlítið hérna undan núna. Sigurgeir með innri línuna. Bremsar örlítið setna. Vernharður með innri núna og nær fram úr svona. Vernharður komið fram úr. Það er kappasur í gangi þetta. Yndislega deild. Sigurgeir Lúðvíksson núna fyrir aftan Vernharð. Vernharður í örlitlu slæti hérna. Hér hann reynir hérna efstu på meðan þessi tveir berjast þá Gunnar Karl að fara svona 600 millisekundum hraðar á hring heldur en allir hinnir. Þessi tveir gætu verið að vinna aðeins betur Korvenni gætu verið að vinna aðeins betur saman og það myndi að ég held gera þeim kleift að ná Gunnar, ekki kannski ná honum úr þessu en í byrjunin. Nú Aron Breki kominn inn í pit. Munið það kæra fólk að keppendur mega einungis byrja keppni við 20 lítra bensíni svo þeir þurfa núna að fara að tíja sér inn hægt og róla og ná sér í meira bensín. Við getum séð á pit upplýsingaskjánum okkar hverjir hafa stoppað, hversu lengi þið hafa stoppað og hvað þið eru búin að keyra marga hringi án þess að stoppa. Mesta spennan í brautinni hérna ennþá Sigurgeir Lúðvíksson á hælunum á honum Vernharði. Vernharður ferskur úr go-kartinu í Noregi þar sem hann tók sýndi stórkostleg tilþrif. Sigri og framúrakstri. Virkilega flott. Flaggaði þar íslenska flagginu. Mér til mikils stolts og gleði. Herðu, Alexander Hauksson kominn í sókn á Stefán aftur. Sem við þurfum að vera vel vakandi yfir. Þórhallur Ingi þetta rétt fyrir framann Stefán. Gunnar Karl að setja hraðasta hring. Geturðu séð atvikastig? Ég get séð þau, já. En ég birti þau ekki á útsendingunni. Ég svona reyna að forðast að segja ykkur hversu mörg atvikastig hver og einn kominn með. Til dæmis ef ég myndi segja ykkur hvað einn kominn með mörg atvikastig og einhver keppendana að hlusta þá gætu þið bara rekið sig örlítið í hann og sendt viðkomandi inn í pit í drive-thru sko. Þannig að við ætlum ekki að segja það upphátt en það er einn keppandi einu atvikastígi frá og svo aðrir sem hérna svona 4-5 atvikastígum frá. Allir þessir topp keppendur eru svolítið langt frá. Baukur spyr, enginn Viktor? Nei, enginn Viktor og ég get ekki séð hann hérna í chatinu okkur heldur. Ég held hann sé að keyra heim eitthvað. Hann var eitthvað út á landi eitthvað. Það eitthvað vesen á honum. Hann var örugglega á bíladögum. Rally krossast þar eitthvað.
Hver? Viktor? Náðu næstu. Jæja, Sigurgeir. Komdu nú með action fyrir okkur. Ég get líka bara spjalla við chatið sko, það er ekki það. Bara svo lengi sem að mér leiðist ekki þá er ég glaður. Sigurgeir er í sókn, koma svo. Sýndu okkur eitthvað. Komdu með þetta. Nei. Hér er ekki neitt þarna. Þeim að sýna sig. Vernharður eiturharður hérna fyrir framann. Var ég búinn að sýna ykkur grasið hérna eitthvað? Grasið er mjög flott. Yngvi Jón komið með svart flagg. Incident punktar. Og Yngvi Jón þarf núna að skella sér inn í pit. Taka akstur í gegnum pittin. Var Yngvi Jón búinn að taka stopp í pit? Yngvi Jón var ekki búinn að taka stopp í pit. Þannig að hann þarf núna að taka stopp í pit og taka akstur í gegnum pittin. Það eru Gitch Academy liðið sem er að fá mesta sjónvarpstíman. Svoleiðis Sigurgeir fyrir pittin. Leipur Vernar í lausum, en það eru þeir sem er að Gitch Academy liðið sem er að fá hérna mesta tíman á skjánum í okkur, en það er einfaldlega vegna þess að það er mesta baráttan hjá þessum einstaklingum. Og Gunnar Karl kominn í pit, búinn að stoppa þar, kemur þetta út úr pittinum á fleyferð. Hann er þá með Hákon Darra og Vernharð fyrir framan sig, en þessi keppendur eru eftir að fara í pitt líka. Gunnar Karl kemur þetta nokkuð örugglega út, ekki með neitt beint fyrir framan sig. Er með bara hreint og þægilegt loft fyrir framan sig, sem gerir allt saman mikið einfaldara fyrir Gunnar Karl. Því ef að Gunnar Karl væri til þess að koma út núna fyrir aftan Þórhall, það hefði Þórhall bara enga ástæðu til að hleypa honum fram úr, ekki nákvæmlega akkurat enga sko. Og hann gæti haldið honum og barist við hann eins og hann vill. En það er bara ekki svo gott. Gunnar Karl kom út og undan og er bara með nokkur hreint loft fyrir fram að sig. Það er langt í Hákon og Vernharð. Ja, 5 sekúndur, það er langt. Það er ennþá baráttu hérna neðar listan. Stefán Freyr og Hákon, nei og Alexander fyrirgefiði. Stefán Freyr og Alexander sem eru í bullandi baráttu. Þeir búnir að vera í pit báður. Hvorugur þeir eru búin að vera í pit. Hinrik Haraldsson í 11. í sókn þarna á Elvar Karlsson. Spurning hvort ég verði ekki bara að fara að kíkja yfir á það. Nei, hvarf guli liturinn á honum, Hinrik. Hann kominn aftur og spennan magnast. Við erum að sjá Stefán á höttunum eftir Alexander. Bíður og vonar eftir mistökum þar, en hér er Hinrik. Eltan Elvar. Búm, yfir á Stefán förum við. Hendum okkur inn í bíl og Stefán. Þegar hann sogar sig ofan í Alexander. Alexander lokar innri línunni sem er mjög gáfulegt að gera. Hér nær hann fram og bremsar töluvert seinna en Alexander. Læsir eina afturdekkinu nær að halda sig inn á brautinni og er kominn fram úr Alexander. Frábær framúrakstur. Frábær framúrakstur, en Alexander er eins og er ekki tilbúin til að gefa þetta neitt eftir og er strax kominn í afturdekkina á Stefán. Bremsar núna, já, bremsar seinna, gerir það betur. Er með verri línu hér en hraðari línu, svo er það möguleiki að hann haldi. Já, þetta hérna, strákar, svona á að berjast í kappakstri.
hliðin á hverju öðrum í gegnum nokkrar beygjur. Alexander hangir á, Stefán hangir. Hvorugur ætlar að gefa eftir, eru klistraðir þetta saman. Stefán örlítið fljótar inn, en hægari hér út. Alexander, nei, Stefán hraðari út. Alexander er núna með innri línuna, nei, er Alexander að bremsa, nei. Stefán lokar á það algjörlega. Þú virðist vera búinn að læsa þetta inni, en hér er Aron Breki á fleygiferð að koma sér fram úr Vigfúsi Hauk. Já, hann er að læsa því inni, tekur á sig hérna, incident punkt ef mér skallast ekki. Hér er Alexander inn í pit. Sigurgeir Lúðvíksson upp í 7. sæti. Stefán Freyr nú komin í 4. Öryggspíll. Sigurgeir Lúðvíksson að koma hérna fram úr liðsfélag sínum Hákoni Darra. En hvernig voru pit upplýsingarnar okkar? Hákon sem er búinn að fara í pitinn. Þórhallur er ekki búinn að fara í pit. Stefán Freyr er ekki búinn að fara í pit. Sigurgeir Lúðvíksson, hann er búinn að vera í pit. Já, þessi tímatöflu er all kolröng. 1, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7 Skiptir ekki. Má samt einhver senda mér skilabóð og minna maður að laga þetta fyrir næstu útstík. Pit info í lagi. Herðu, það er Hinrik og Elvar Karlsson. Náði Hinrik, svæpar hérna til hægri, stingur þau samhliða Elvar. Hinrik bremsar talsvert seinna og næra stingur sér fram úr Elvar. Flottur framúrakstur hjá Hinrik. Nú er bláa stjarnan orðin rauð af reiði. Ég fekk smá skítarhroll við að segja þetta. Jæja. Gunnar Karl Vignisson í öðru sæti með Vernar fyrir framan sig, en við megum ekki gleyma því að Vernarður á eftir að fara í pit. Hér er Vernar með 0 pit, Þórhallur með 0 pit og Stefán með 0 pit. Vigfús kominn í pit. Hér er Vernarður í hreina loftinu að reyna að búa sér til eins mikið tíma og hann getur burt frá öllum hinum. Besti ringurinn hans er þó hálfri sekundu frá besta ringnum hans Gunnars Karls. Þó verðist síðasti ringurinn vera ansi góður hjá honum Vernarð. Þórhallur bara um 60 millisekundum frá tímanum á Gunnars Karls í besta ring. Herri, hér er bara Hinrik. Býttu nú við, hvað gerist? Það er hrútur! Það er hrútur út! Hrúturinn kom sér í vandræði. Missir hérna afturendan. Vigfús Haukur, hrútur kominn núna með 15 atvikastig, 16 atvikastig fyrir gefiði. Það gerir það verkum að hann þarf að fara að ná sér í viðgerðarhlé. Ná sér í akstur í gennum pit. Bláa stjarnan verður með custom brúna stjarnan yfir í næst. Herðu, búm, Vernar er að koma út úr pit í 4. sæti á eftir Stefáni Freyr. Stefán Freyr náttúrulega eftir að fara í pitinn, má ekki gleyma því, en það er sama á við Þórhall. Þórhallur eftir að fara í gegnum pit. Það verður spennandi að sjá hvernig Þórhallur og Vernarður lenda saman þegar að Þórhallur loksins fer í pitinn sinn. Elvar og Hinrik báður núna í pit.
Vigfús Haukur sleppir því að fara í pitinn á þessum ring. Það er framúrakstur í pitt hann í gangi. Elvar kemur út, Hinrik 3,5 sekúndu eftir honum, 4 sekúndum eftir honum og Bjarni á eftir liðsfélag sínum í 5 sekúndum eftir. Vigfús Haukur hérna rétt á undan þeim á eftir að fara í gegnum pittin og tapar þar sínu 9. sæti þar. Að fá frábæran punkt hérna frá aðstoðamanni mínum. Það eru ákveðnir aðilar hérna. Það eru svona toppmenn. Það er Gunnar Karl Vernharður og hann Hákon Darri sem eru allir með 5 sekúndur í pitt. Þeir eru að stoppa sekúndu hægar allavega heldur en restin af hópnum. Hérna kemur Stefán út úr pittinum. Stefán með 6 sekúndur í pitt á meðan aðrir, þeir allra hröðustu eru í 5 sekúndum. Þó er allir einnig líka 5,4. Vernharður er að taka 5 sekúndna stopp. Þetta er alltaf 5,4 eða 5,0. Það munar 400. Það getur bara verið hvenær er að leggja á stað úr pittinum. Hann er nú ekki mikið. Hérna, Sigurgeir kominn í Vernharð. Aftur sama baráttu við sáum á hann gerast. Eftir að þeir eru báðir búin að fara í gegnum pittin þá er bara engin munur á. Gunnar er búin að pitta. Já, Gunnar er búin að pitta. Skal ég skella þessu upp. Núna eru bara allir keppendurnir búnir að taka pitt nema þú. Af því að þú ert í pittinum. Stopp. Þegar ég segi þú, þá meina ég Shamli. Shamli. Þá fylgistu með honum Sigurgeir. Herðu, byttu nú við. Hér er Þórhallur Ingi og stingur sér fram úr Aron Breki. Aron Breki missi bílinn. Aron Breki misti afturrendan á bílnum sínum. Og þannig missir Þórhall Ingi fram úr sér. Núna er Aron Breki á höttunum á eftir Þórhall Ingi. Við erum komið meiri baráttu. Það er helmingurinn af keppninni búinn rétt rúmlega. Fallegi kappakstur. Aron Breki grimmur í Þórhalli hérna. Besti hringur hjá Aroni Breka er verri heldur en besti hringur hjá Þórhalli. Alveg farin að vera spurning með hann. Vigfús Haukur að lendi í einhverju vandræði með sinn. Nei, hann kerði bara upp á myndavélina okkar. Þorgils Árni Hjálmarsson may have crashed stendur hér, skulum kíkja á þetta. Gerum hann þann ógrikk. Já. Næra bjarga sér frá því að lenda á vegg þó. Hérna er Aron Breki Valgeirsson á höttunum á Þórhalli Inga. Höttunum á eftir Þórhall Inga. Aðeins ofar listan er Þórhallur að nálgast hann Vernharð. Ég er tilbúinn að taka hann. Tóknaði vel á þeim. Endum okkur inn í bíl hjá Aroni Breka og sjáum
hvernig hann tæklar þessar beigur hér. Með Þórhall rétt fyrir fram á sig. Vigfús núna komin inn í pit. Nú sjáum við hvort hann að hreinsa þetta af sér. Aron Breki með smá leiðréttingu þarna. Býttu nú í hver hérna fyrir framann. Gæti verið Borgils. Hann bara að hleypa fram úr sér. og 5 ringir búnir af 42 ringum hér í Mexíkó. Það myndi verið í fyrsta skipti sem við keppum á Mexíkó í iRacing. Þetta er bara æðisleg braut. Þannig að það er að gefa okkur hérna virkilega góðan kapastur. Kíkjum yfir á Sigurgeir. Virðist vera ágætis sókn á Vernharð, en það er spurning hvort hann ná nokkuð að gera úr þessu. Virðist ekki vera, en eins og Vernharð sé bara með minna downforce. Minni niður þrýsting. Kíkjum yfir á Aron Breka. Aron Breka er í sömu stöðunni og sjáu þið sogið sem hann hefur á Þórhall. Stingur sér samhliða og virðist alltaf halda því bara, já, kominn fram úr. Aron Breki Valgeirsson með öruggan framúristur hérna á Þórhallinga. Og henda okkur upp í 3. sæti þar sem Sigurgeir Lúðvíksson er að sækja hart á Vernharð Rafnas. Venni grimmur, grjótarður. Svona fyrsta þessi gæi, hann er líka að keppa þetta. Þetta er Gunnar Karl Vignisson. Hann er ekki númer 1. Þetta er sko sætið sem hann er í. Ég veit hann er bara alltaf með þetta tölu á sér, en þetta er ekki númerið hans. Þetta er sætið sem hann er í. En já, Gunnar Karl Vignisson, Alvon Racing Team. Vélminnið, einhvern veginn gera hann þetta aftur, er alltaf langfremstur með risa forskot. Einu sinni gæti ég hrósað mönnum svona í hástert og þá gerðu þeir mistök, það virkar ekki á Gunnar Karl. Kommentator cursið virkar ekki á hann, ég er búinn að reyna þetta margoft. Þið megi endilega reyna heima. Þessir elduðu grátt silfur í seinustu keppni. Sjámle. Hörru, Sigurgeir. Hvað gerir Sigurgeir? Nær hann að svara? Sló hann af? Var það sem hann var að gera? Heyrði ég hann slá af? Ég get svo svarað að ég heyrði Sigurgeir slá af. Hann var bara búinn að ákveða það. Ég ætla ekki fram úr í þessari beygju. Ekki í þetta skipti. Mögulega er hann bara búinn að átta sig á því að það þýðir ekkert nema að gera þetta bara alveg í blálokinn. Hann getur nýtt næstu ringi að læra á Vernharð og bara reynt svo að gera tæklingu alveg í blálokinn. Og þá hefur Vernharður kannski 1 ring til þess að svara. Sigurgeir vel öruggur hérna, hangir í honum. Þórhallur Ingi, pappina Sunn er að gera sig eitthvað líklega. Hann er að sína gulan texta hérna. Koma svo. Sýnd okkur taktana. Fer þetta vel yfir körpið. Sparkar hann lengst út. Hann er í sóknum. Við skulum henda okkur yfir á Sigurgeir sem er algjörlega límdur ofan í diffuser plöturnar á honum Vernharði. En Vernharður ætlar ekkert að láta pressuna hafa nein áhrif á sig. Hvað gerist? Hvað gerist Sigurgeir? Nær hann að læsa þetta?
Vernharður er með innri línuna og hangir á henni og heldur þessu sín megin. En Sigurgeir er búinn að sýna sig. Hér er Þórhallur og Aron Breki í brjálari baráttu, kominn í sama beygjukomplex og Aron Breki hefur vinninginn, kemur hraðari út. Hákon Darri er þetta rétt fyrir framann strákana Aron Breka og Þórhall og hann er svona 2,5 sekúndur á eftir Sigurgeir Lúðvíksson liðsfélaga sínum og væntanlega vona að hann gerir einhver mistök eða bara nái Vernharði og að Vernharður gerir mistök svo þeir tveir liðsfélagarnir getur trýtlað fram úr. Það er eitthvað sem segir mig það að í lokikeppni skiptir engu máli hver í hvaða liði. Arnar Már með ágætispunkt hérna, það frekar erfitt fyrir Sigurgeir að plana framúrakstur þegar venni er að nettkótast út á til. Það er rétt. Við vitum náttúrulega ekki hvernig þetta lítur út fyrir framann Sigurgeir en þetta lítur ekki nógu vel út hérna fyrir okkur sem erum að horfa á. Ég er með aðstofamann í eyrunum sem bendir mér á það að Hinrik Haraldsson sé hérna í sókn í sæti nr. 10 sækir hér á Vigfús Hauksson. En ég verður að vera tilbúin til að skipta yfir á 3. sætið. Það var spennan eykst þar. Hinrik virðist missa frá sér. Ég veit að Hinrik er með frekar hátt downforce mikið að niðurþrýsting stillt hann inn í bílinn sinn. En hérna sjáu þið Sigurgeir stingur sér inn á hægri hlið Vernharðs. Hann er með innri línuna inn í næstu beygju. Vernharður þarf að hanga á ytri og halda hraða. Hann er með innri núna. Það er snerting. Ítur Sigurgeir þetta út. Þeir virðast ekki mikið skemmtir eða svo. Og framvængurinn af Sigurgeirs virðist hafa lifað fullkomlega af svo við erum í góðum málum. Kappaksturinn heldur áfram. Hér er Alexander að sækja á Stefán. Þessir tveir eru búin að vera að berjast alla keppnina. Stefán og sína grimma takta þetta 7. sæti á drenginn. Og Þórhallur Ingi þetta rétt fyrir framan hann. Liðsfélagans að berjast við Aron Breka. Stanslaus barátta og það er eins og Shamley segir. Shit. Alexander fyrir aftan Stefán. Þórhallur Ingi fyrir aftan Aron Breka. Hér Alexander sýnir sig, stingur sér hann inn á hægri, nei. Gafst ekki tækifæri til. Stefán grimmur á bremsunni. Fallega græna GT logo hérna á húttinni á Alexander. Hann næri ekki hraðanum á Stefán hérna út. Stefán öskur hraður hérna út úr beigunni. Síðustu beigju og inn beinakaflan og nær þar alveg að slíta tóið sem Alexander hefði vilja hafa. Það eina sem að tóið er að gera Alexander kleift að ná hann. Alexander hoppar bara út úr tóinu. Enda svo sem ekki mikið að græða á því hér en Þórhallur og yfir á Alexander aftur. Alexander að reyna framúrakstur. Stefán stingur sér þetta. Hann reynir að pressa á hann og það dugar til. Alexander nær ekki fram úr. Stefán er bara með alla kappakstustakta sem ég hef nokkuð tímann séð. Virkilega vel gert hjá Stefán. Stefán þarf að hafa sérstakt klapp. Chat, ég vil fá klapp fyrir Stefán. Virkilega vel gert. 31 hringur búnir af 42 ringjum og við erum með 3 staði í brautinni sem við getum fylgst með sem eru spennandi. Fyrirgefiði, 4 staði
Hinrik Haraldsson í sókn á Vigfús Hauk Hauksson og ætlar hér að koma sér fram úr eða hvað, nær hann að læsa þessu inni. Já, hann bremsar seinna. Þið fara samhliða hér í gegnum einhverja beygju, númer eitthvað 4 og 5 eða eitthvað. Og Hinrik missir hann aftur fram úr sér. Vigfús Haukur grjótharður. Meitilharður, alveg meitilharður. Hinrik reynir. Hér Þórhallur að reyna einhverja svipað hluti á Aron Breka. Það dugur ekki til. Og á skellu okkur breyfur og Sigurgeir í öskrandi sóknið á Vernharð. Woo! Það er bara út allt, kæra fólk. 11 hringir eftir. Baráttan þriðja sætið, annað sætið fyrirgefiði grimm. Eitthvað að gerast? Nær hann að gera eitthvað? Nei. Alexander. Hvað gerir hann? Ekki neitt, hann sýnir sig bara. Hvað gerir Sigurgeir? Sigurgeir með frábært sók. Nær að koma sér samhliða og með... Nei, þá hverfur Venni. Venni birtist aftur. Sjáu þess að drengi. Limtur ofan í hvort annan. Sjáum hérna Alexander. Rétt fyrir hann aftan. Hvað á ég að gera? Það er bara alls það eitthvað spennandi að ske. Og núna þurfum að fara yfir á þriðja sætið. Því það er bara... Vernharður. Limtur í þóni. Þórhallur líka að reyna við Aron Breka. Oh my god, það er alls þar. Nei! Vernharður snýr! Vernharður snýr! Þetta Þórhallur Ingi reynir fram með pittunum. Vernharður komið kjötbóluflagg. Vernharður komið kjötbóluflagg til þér að Vernharður þarf að vera í pitt og láta gera við bíl sem betur fer þarf hann ekki að gera neitt nema bara lappa inn í pittin eða keyra inn í pittin og færa nýjan bíl. En Vernharður þarf hins vegar að fara inn í pitt sem að hræðilegt fyrir Vernharður. Hérna Þórhallur Ingi Jónsson í brjálæri baráttu á Aron Breka og Aron Breki gefur ekki neitt eftir. Ekki pínulítið. Þá bara spurning, nær Hákon Darri Jökulsson liðsfélaga sínum á 10 ringum. Bjarni var 1 sekúndu eftir Elvari, núna 9 sekúndu eftir. Það er eitthvað gerst hjá hann Bjarna. Hér endursýning frá Bjarna. Þegar hann kannski klessi á. Klest ekki á, ekki samkvæmt þessu. P8, hérna, barátta, Alexander Hauksson. Það var alltaf eitthvað að fara að gerast, það hlaut að vera, en það bara, hversu mikil getur spennan verið á þess að hlutinir fara að rofna, sko. Það bara, getur ekki verið endalaust. Herðu, Aron Breki, hvað er að gerast? Já, þetta Vernharður að fara í pitt. Allir rólegir. Allir rólegir. Andið með punktum, slaki á. Alexander í sinni sókn, næri ekki að gera neitt í því samt. Sjáu þið, það er ekki mikið bil hérna á milli liðsfélagana í VFSR, aðalbón VFSR liðið. Ég hef trú á því að Hákon ætla að gefa okkur góðan kappakstur. Fulla trú. Hér er Þórhallur. Hann er ennþá á höttunum á eftir Arni Breka. Búin að vera fanta kappakstur á milli þessar ekki. Það er búin að vera fanta kappakstur hjá öllum hér í dag. Virkilega góður og spennandi kappakstur. Ok. Kíkjum við á Alexander hérna. Barátta, Alexander grjótharður. Koma svo. Alltaf þegar ég skipti yfir einhvern, þá meira stutt á milli einhver annars staðar. Hvernig getur þetta að skeð? Ég ekki meður að
Já, Shamley. Já. Þetta kom bara. Þetta bara kom. Herðu, Alexander, hérna, koma svo. Svo er þið nær. Svo er þið nær, komdu með eitthvað. Komdu með einhverja taktík fyrir okkur. Sýnd okkur hvernig þetta er gert. Svona, lyfta myndaðan aðeins upp hérna. Svo sjáist betur í logoið. Já, það er ekki búið að vera neitt að gera sig á honum Gunnari Karl. Þetta er bara sunnudagsbílturinn það honum. Ég var búinn að segja við hann fyrir þessa keppni sko. Ef hann ætlaði ekki að gefa mér neitt kappakstur eða neitt skemmtilegt, þá myndi ég ekki sýna hann neitt. Þannig að ef hann ætlar að vera hann að vera í fyrsta seti, langt undan öllum hinum, þá ætla ég bara ekki að sýna frá honum. Í miður. Hann hefur oft fengið að sjást. En hérna er eitthvað að gerast. Alexander Hauksson er að reyna að koma sér honum Stefán lokar innri. Leið og Alexander fer úr kjölsöginni á Stefáni, þá gerist ekki neitt og þeir eru bara samhliða þetta inn í, og hver bremsar undan? Alexander bremsar undan, Stefán grimmur á bremsupedalina þessa dagana. Virkilega flott, virkilega vel gert hjá honum Stefán. Bara eins og Stefán hafi bara farið á eitthvað námskeið og grætt á því hálfa sekundu, því hann er hann talsverð hraðari. Ég held að hann væri búinn að vera svo upptekinn með að vinna í þessari vefsíðu, hann hefði ekki haft neitt tíma til þess að æfa sig, en ég veist, fyrr má hann að vera. Alexander, ennþá beint fyrir aftan hann, þessi tveir eru búin að vera að berjast allan tíman. Ég held í alveg bara 30 ringið sem þeir eru búin að vera að berjast. Þó er allir þarna örlítið að nálgast Aron Breka, fylgistu með, þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið! Koma svo, Alexander! Gefðu okkur baráttu! Gefðu okkur kappakstur! Ég er að dilla! Ó, Alexander sker grimmt! Hlýtur að fengi incident atvikastig, eins og þetta er góður íslensku. Fyrir þetta, það hlýtur að vera. En Alexander og Stefán Freyr eru nálægt hver öðrum í atvikastigum. Þeir eru ekki í hættu, skal ég segja. Ég myndi ekki segja þessu í hættu gagnvart atvikastigunum, en þeir eru ansi jafnir. Hér er Alexander. Hákon Darri Jökulsson að setja sinn hraðasta ring. Nú er spurning, nær Alexander að koma sér fram úr? Nær hann að læsa þetta inni? Þeir eru samhliða núna. Bara samhliða og hægt er að vera. En Stefán er með betri bremsulínu inni í þessa beygju. En hins vegar inni í þessa beygju er Alexander með betri... Já, en Alexander þurfti að bera virðingu fyrir því að Stefán var aðeins á undan inn í beygjuna. Svo Stefán átti beygjuna. Þannig eru reglurnar byggðar upp. Og hérna Hákon einhverju sekundu á eftir Sigurgeir. Þetta er ekki endanlegt hjá honum, hvort hann muni, þetta er ekki, það liggur ekki í lausu lofti, í loftinu. Það er ekki augljóst, skulum bara orða, ég ætla að orða þetta svona. Þetta er ekki augljóst. Gunnar Karl að setja hraðasta ring, eða með hraðasta ring. Hákon Darri, já, sjáu þið, Sigurgeir með hraðasta ring er betri. En hvernig er síðasti ringurinn hjá þessum drengjum? Last lap. Þetta er pitstop, sko. Ég ætla að þetta last lap. Hefðu, já, ég get sett pitstop hér. Þú verður rétt, ég var bara að glemma því. Ég get gert bara svona. Þú sjáu þið að Vernar eru búin að taka 2 pitstop. Það er áhugavert. Herðu, Þórhallur, bím, 5. Þetta er barátta. Þórhallur Ingi og Aron Breki, öskrandi baráttu. Ég var bara næstu farin að gera eitthvað allt annað. Þórhallur samhliða núna. Aron Breki og Þórhallur samhliða. Hver bremsar seinna? Þeir eru, já, þetta er örugt. Þórhallur er með innri línuna hér, en hann er með hægari línu út úr beginni. Aron Breki örlítið hraðari út. Þórhallur hangir á innri og þeir eru límtir ofan einhvern annan. Og hvernig fer þetta núna? Þetta er of langt, Aron, of langt.
Þetta Þórhallur, hann náði ekki að læsa þess inni, setur drjúga pressu á Þórhall. Nei, á Aron Breka, ætlaði ég að segja. Þetta Þórhallur að setja pressuna. Hérna eitthvað að gerast, sjáuð kæra fólk. Þriðja sætið er farið að nálgast liðsfélaga sinn. Annað sætið, Sigurgeir Lúðvíksson og Hákon Darri Jökulsson. Liðsfélagið mögulega að fara að berjast inn í blá lokin. Kíkjum yfir á Þórhall. Hákon kom með gulan texta þetta hjá sér. Þórhallur nýsar með rauðan. Í 5. sæti á eftir Aron Breka. Læsir sig núna í kjölsójaðunum, hendir sig svo væntanlega yfir á vinstri núna. Yes sir, Aron Breki lokar algjörlega innri, þetta er mín lína þarna megin, láttu mig í friði. Sjáu þið Þórhall með meiri endarhraða, þeir fara bara inn í hjólabúnaði á græðurum og Þórhallur nær að koma sér fram úr, en Aron Breki er illa harður og sleppur ekki. Fyrir hraðar í gegnum beigurnar og nær að halda sér fram úr. Þvílíkur akstur! Ég er að tapa mér þetta! Fólk, þetta er of gott! Þetta er of gott! Ertu að fara til Stykkishólm á morgun? Þú hefur ekkert að gera á Stykkishólmi. Þú voru bara að æfa þig. En hvað ertu að fara að gera á Stykkishólmi? Á morgun? Samt. Hvað? Viskastykki voru fundin upp í Stykkishólmi. Kjaftaði. Herru, hér er þetta að gerast. Það sem ég er búinn að vera að hugsa allan tíman. Hákon Darri Jökulsson er í sóknin á liðsfélaga sinn. Við erum á síðustu 5 ringjunum og það er engin miskun milli liðsfélaga lengur. Þetta er búið. Nú byrja bara stælar og vesen. Hinrik Haraldsson er líka í sókn og mér vantar að skipta yfir á núna, já, hann er að koma sér fram úr. Hinrik Haraldsson. Hann er geitinn. Þórhallur Ingi. Kíkjum yfir hann. Hafið séð svona endir á kappakstri áður. Það er barátt á 4 stöðum í brautinni, það er barast annað sætið, það er barast 4. sætið og hér er Hákon Darri Jökulsson og skerir sig sýnilegan á liðsfélaga sinn. Nær ekki að gera neitt úr því. Hvað gerir Þorgils? Nei, Þorgils. Þórhallur er komin inn í pitt. Þórhallur nær að koma sér samhliða Aron Breka enn og aftur. Þessi gæjar samhliða í gegnum og þeir eru með bíl fyrir framan sig. Bjarni Sigurðsson er hérna. Þeir skella sér í kjölsogið á honum. Bjarni Sigurðsson þarf að víkja fyrir. Hvað á ég að gera? Á ég að horfa á þetta? Á ég að horfa á þessa? Á ég að horfa á þessa? Þú veist. Ég bara veit það ekki. Að hendum við okkur yfir á 5-una hérna. Sjáum Aron Breka Valgeirsson í 5. sæti. Hann er á höttunum eftir Þórhalli. Þórhalli loksins bara komið sér upp í 4. sætið. Já, það eru 4 hringir eftir og Aron Breki er ekki búinn að gefa neitt eftir og er limtur ofan í Þórhall. Hann er með meiri hraða, hann er með betri línuna inn. Nær að hanga vel, gefur nægt pláss. Þórhallur Ingi nær sér að koma sér aftur fram úr. Þvílík barátta. Hákon virðist hafa mist örlítið af Sigurgeir og er þó að sofa sem virðist aftur og hann aftur. Hendum okkur yfir á annað sætis baráttuna. Sigurgeir með liðsfélagann sinn á hælunum á sér. Ég býst við því að þeir séu bara spjallin á Discord-rás. Eða sko, þeir voru að spjallin á Discord-rás. Þeir eru alveg hættir að tala núna. Og núna er bara attitút í mæknum. Hér er Aron Breki. Enn og aftur ekki árás á Þórhall. Þórhallur við erum bara að sjá þess að drengi fara mörgum sinnum í gegnum þessa beygir. Kannski 12 sinnum saman samhliða. En Aron Breki er talsvert hraðari hérna út. Það er bara eins og hann hefur eitt Þórhall í burtu
Og þá förum við yfir á annarsættisbaráttuna þar sem Hákon Darri er búinn að koma sér algjörlega í diffuser plötunar á honum Sigurgeir Lúðvíksson liðsfélaga sínum Adalbón Racing Vaffer já, Adalbón Vaffer Racing barátta hér hendum okkur inn í bíl hjá honum Hákoni Darra og sjáum hvernig hann er að reyna að hugsa þetta ég þarf að vera tilbúin á 5 og 8 ok Baukur þarf nýjar buxur já ég þarf nýjar buxur sko ég þarf nærbuxur líka og ból og bara ég þarf bara ný föt og það þarf að loftrast að heima á mér og það er allskins rugl í gangi hérna er Alexander Hauksson að gera henni aðra árás á Stefán Freyr nær hann að gera eitthvað nær hann að læsa þetta nei þeir bara samlega þeir snertast pínu på þessi lítið dekkin þetta var koss og við verðum bara að skipta þetta yfir því hér er það Hákon Darri Jökulsson að koma sér framar hann er komin fram úr liðsfélaga sínum og bara rétt fyrir aftan það er Þórhallur Ingi að stinga sér fram úr í Aron Breka það eru 2 hringir eftir enn aftur eru þeir samhliða í gegnum þetta beygju komplexa dæmi sem ég er að horfa en ég veit ekki númer hvað það er en þetta er að slíta mig í tvennt þessi spenna þetta er limtir Alexander og Stefán líka en við verðum bara að fylgjast með einn í einu þetta er ekki margt annað hægt og Þórhallur og Aron þeir skipta stanslust sæti eru þið að leika ykkur að þessu eru þið bara að koma mér í uppnámi hvað er málið Þórhallur Ingi núna komin fram úr Aron Breki við erum á síðustu 2 ringjanu og Þórhallur nær virkilega stingast þeir þetta fram úr nei Þórhallur fær off track og þetta þýðir að Þórhallur verður að víkja og gefa eftir því að hann fær svona slowdown hann þarf að hægja á sér Alexander Hauksson hann er ennþá í sinni baráttu við Stefán Þórhallur er búinn að missa Aron Breka langt frá sér eða heila sekundu ég fann hann að fá hlaupasting ég fann hann að fá hlaupasting eins og ég sé ekki út að hlaupa ég er ekki að því sko ég sitt bara heima á mér getur einhver andað fyrir mig ég get það ekki ég hef engan tíma til að anda það verður einhver annar að gera það jæja, Sigurgeir er ekki sáttur hann er kannski sáttur en hann er ekki glaður hann er ekki sérstaklega hress og hættunum á eftir liðsfélaga sínum hendum okkur inn í bíl hjá Sigurgeir hvort hann er að soga sig ofan í Hákon Darra Jökul sem situr hún í öðru sæti já, stabill og flottur hérna Hákon er lítið víður einn hringur eftir þó ekki síðasti hringurinn það er einn hringur eftir kæra fólk þetta er svo tæft allt saman hendum okkur inn í bíl hjá Alexander sem er í sókn á Stefán já það er sjálfsögðu þá sem að Sigurgeir gerir allu og þá verðum við að skipta inn í bíl hjá Sigurgeir já Hákon fyrir ekki við Sigurgeir stingur sér þetta samhliða Hákon nær að halda þessu örlítið niðurlistan er Alexander Hauksson við erum á síðasta hringnum Alexander Hauksson og Stefán er eins og ég segi búin að berjast allan tíman hann gæti ekki verið mikið þétt allar staðar hvað gerir Sigurgeir hérna Sigurgeir kemur sér samhliða Hákoni Sigurgeir er með betri línuna inn í hægri beyguna hérna Hákon við erum að loka hringnum Hákon verður að berjast og verjast en hann næði ekki Sigurgeir Lúðvíksson beið fram á síðasta hring og er að fara að klára þetta að mér sýnist
Hákon á hött, hann næri ekki, þetta er bara... Þetta er ekki búið svo sem augnablik, þetta er ekki alveg búið en það var minn, alveg rólegur. Það er 8 og 10. Hákon reynir. Og hérna er Alexander. Hann nær hann að stinga sér fram úr. Þeir eru klistarar. Alexander. Nær að koma sér fram úr Stefán. Loksins. Eftir gríðarlega baráttu. Eftir endalausa reyn. Hann er búinn að reyna stanslaust. Og nær hann loksins að koma sér fram úr. En hér er Hákon. Á eftir sigurinn, eftir að náða að stinga sér loksins fram úr, þá nær hann ekki að koma sér, mista hann aftur fram úr sér. Og það virðist alltaf enda svo Sigurgeir Lúðvíksson nær að halda öðru sætinu út af fyrir sig. Og Hákon Darri þarf að hanga þetta fyrir aftan. En það er Gunnar Karl Vignisson sem tekur sigurinn. Og ekki í fyrsta skipti og sennilega ekki í síðasta skipti. Sigurgeir Lúðvíksson tekur annað og í þriðja sæti eftir gríðarlega harða baráttur Hákon Darri Jökulsson. Aron Breki Valgeirsson tekur fjórða sætið. Og Þórhallur Ingi Jónsson þar á eftir í 5. sætinu. Vernharður Rafnas í 7. sæti og í 7. sæti. Þetta er alveg sturlað baráttu við Stefán Freyr og loksins náðan fram úr á blá loka hringnum Alexander Hauksson. Stefán Freyr svo í 8. sæti og Vigfús Haukur Hauksson hrúturinn sem byrjaði að keyra með okkur á þessu tímabili situr hér í 9. sæti á miðri tímatöflunni. Og Henrik Haraldsson, Six Suxa Racing, situr hér í 10. sæti. Svo er Elvar Karlsson, Bjarni Sigursson, Ingvar Jón Gunnarsson, Þorgils Árni Hjálmarsson, Dagur Tumi og Gunnlaugur Ásgrímsson, rally meistarinn sjálfur. Woo! En þetta er meistarinn okkar. Þetta er meistarinn. Þetta er Íslandsmeistari í hermikapastri 2026. Og hann virðist alltaf að hirða sigurinn af ykkur hérna í Formúlu 4-deildinni líka. Stórfenglegur akstur hjá Gunnari Karl. Hundleiðilegt að horfa á því samt, en það er svo oftast þannig. Það er enginn til að berjast við þig. Sigurgeir Lúðvíksson hins vegar var með stórfenglegan kappastur fyrir okkur. Og sama má segja bara annað, þriðja, fjórða, 5., 6., 7. bara öll sætin að það beint fyrir neðan. Alveg allavega niður í 10., 11. sæti. Þið voruð geggjaðir. Þetta var stórfenglegur dagur, stórfenglegur kappastur. En það er Gunnar Karl sem tekur sigurinn enn og aftur fyrir Aðalbón Racing Team. Ég vil minna ykkur á mrg9.com, þar getið þið séð niðurstöður frá keppninni. Þær koma inn einhvern tímann seinna í kvöld, kannski á morgun, sennilega þegar það er búið að dæma eitthvað á þessum brotum sem gerðist inn í keppninni. Og einhver örlítil brot, ekki mikil, en það var eitthvað örlítið hér og þar. Væri nú gaman að... hvað þarf Gunnar mörg stig til þess að vinna mótið? Eftir þessa keppni þá held ég að hann þurfi nú ekki mörg. En svona til þess að poppa þessu upp, og er þetta stigin eins og staðan er núna. Og Gunnar Karl á að fara að hirða til sín ykkur auka 35 stig cirka bát fyrir þetta. Þannig að, just, já, þetta, við sjáum þetta bara allt saman á morgun eða inn þegar þetta alveg kemur allt saman inn á mrg9.com. Við þyrftum helst að setja upp stiga fyrir þess að ég geti byrt niðurstöður og stig og svona í lokakeppni. Ég ætla við verðum búin að útvega það allan fyrir síðustu keppnina. En
Þessi keppni er búin, ég þarf að pissa. Ég beði að hilsa ykkur öllum, takk ykkur kærlega fyrir að koma og vera með okkur og glamra þetta inn á lyklaborðið ykkar og segja eitthvað skemmtilegt inn á chatið. Það minnum við öllu. Sé ykkur næst, hafið það stórfenglegt. Góða nótt.